Góðan daginn, gott fólk og gleðilegt ár. Ég ætla að bjóða ykkur velkomin á þennan kynningafund vegna ársfjórðungs 3 í rekstrarárið 2021-2022 hjá Högum og svo því sé haldið til haga þá erum við að tala núna mánuðina september, október og nóvember í fyrra. Það má segja að við séum komin í svona nokkurn veginn eðlilegt ástand aftur. Af augljósum ástæðum þá erum við að halda þennan fund eingöngu í stafrænum heimi. Það þýðir að við erum að streyma honum og það verður hægt að skoða upptökur á fundinum á heimasíðu félagsins eða honum loknum eins og best hentar. Nú ég og Guðrún Eva Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármála, munum fara yfir stöðuna. Ég mun svona kannski taka helstu fréttir og stöðu félagsins og svo fer Guðrún yfir helstu tölur, rekstur og efnahag. Í lokin munum við að vanda taka við spurningum og ég vil minna á það að þær má senda inn bara frá mig núna á fjárfestakynning@hagar.is og við reynum að sortera þessu úr því í lokin. Þetta svona bara dagskráin, hún hefðbundin, fréttir og fjárhagsuppgjör og svo horfurnar. Og ef við byrjum bara á kennitölunum og sem að kannski lýsa fjórðungnum í hnotskurn, þá má eiginlega segja að rekstur Haga hafi gengið meira og minna vel á þessum haustmánuðum síðastliðins árs. Það má kannski segja að það sem helst einkennir uppgjöru hjá okkur bara rekstrabati þvert yfir og þar fara saman tveir svona megin þættir. Í fyrsta lagi erum við að sjá áhrif ágætrar tekjuaukningar en vörusala hjá okkur verið að heila eykst 13% tæplega og hins vegar erum við að sjá og erum að uppskera afrakstur af rekstrarlegum hagræðingarverkefnum sem við lögðum í fyrir réttu ári síðan. Nú þessi svona tveir þættir að skila okkur fjórðungi þar sem að vörusala var 33,6 milljarðar. Aftur það rétt það byrð 13% aukning. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði var 2,5 milljarður. Það svona 7,6% veltu og ágætis aukning frá því í fyrra. Hagnaðurinn svo 841 milljón. Það svona jaðrar við tvöföldun í hagnaði og framlegð hækkar svo töluvert í krónum hjá okkur rúman hálfan milljarð, hún stendur í 6,9 milljörðum en fyrir samstæðuna þá lækkar framlegð aðeins sem hlutfall úr 21,5% í 20,6%. Ég ætla að útskýra þetta örlítið betur á eftir. Nú hlutfall rekstrakostnaði af tekjum hefur aldrei verið lægra hjá okkur, 13,4% og það umtalsverð lækkun frá í fyrra, þannig tæp 2% stig og svo því sé haldið til haga þá rekstrakostnaður sem 4,5 milljarður á fjórðungnum hjá okkur en að lækka í samstæðinu á milli árið ársfjórðunga cirka 1%. Nú einhver hlutfalli stendur svona svo til í stað og bara sterkt. Nú ef við förum í almennari yfirferð og fréttir af starfsemi þá svona helstu punktarnir þar að við erum að sjá meira og minna allar rekstrarlegar kennitölur styrkjast og niðurstöður umfram áætlanir og Guðrún fer yfir þessar kennitölur aðeins betur hérna á eftir. Eins og ég nefndi þá framlegð í krónum hjá okkur, hún að hækka en ég ætla að útskýra það aðeins betur. Hún stendur í 6,9 milljörðum í samstæðunni og hækkar í krónutölu og í báðum starfsháttunum hjá okkur hækkar hún í krónutölu, það að segja í verslun og vöruhúsum og í ólís. Engu að síður þá dregst framleiðar hlutfalli saman, eins og ég nefndi áðan, og þegar við horfum á verslunarþáttinn eða dagvöruverslunina þá styrkist framlegð aðeins sem hlutfall af veltu, en þessu hins vegar öfugt farið í ólís. Þar framleiðar að lækka hlutfallslega og það tilkomið af tveimur meginþáttum. Í fyrsta lagi erum við að sjá töluvert miklar hækkanir á tímabilinu á heimsmarkaðsverði á olíu og það sem við erum að vinna með krónutölu framlegð, frekar en hlutfallsframlegð, þá eðli máls samkvæmt að þegar stabbinn stækkar og framlegðin ekki, þá minnkar hlutfallið. Nú, við erum svo einnig að auka sölu til stórnotenda, það töluvert stærra hlutfall af okkar seldum lítrum á tímabilinu og þeir yfirleitt með lægri framlegð þannig að heildarframlegð sem hlutfall að lækka. Nú með öðrum orðum þá það þessi tvennt, það annars vegar verðsveiflur á alþjóðlegum mörkuðum og hins vegar þessar jákvæðu breytingar eða jákvæðu auknu umsvif í atvinnulífinu sem að valda kannski þessari breytingu á hlutfallsbreytingu hjá okkur en ítrykka það að framlegð að aukast. Nú, það nokkur önnur mál, við gáum út 2,5 milljarða óverðtryggðan skuldabréfaflokk sem tók við á öðrum sem að kláraðist í október síðastliðnum á ágætis kjörum. Við erum að styðja við sjálfbærni umhverfismál, gerum það náttúrulega mest í okkar starfsemi en við viljum styðja góð málefni og grænvangur vettvangur stjórnvalda og atvinnulífs til þess
að svona stuðla að því við ná markmiðum okkur að draga losun fyrir árið 2040 og losun okkar svona eitt af okkar mikilvægustu verkefnum hér innandyra sem við skilgreind og markmiðum, þannig að okkur fannst tilvalið að slást í hópinn. Ég kem að því svo betur á eftir en það svona alveg undirliggjandi þema í allir okkar starfsemi núna eins og hjá sennilega flestum öðrum COVID-19 sem nú að teygast heldur mikið úr svona með kannski það sem við höfum viljað. Ef við förum aðeins í starfsþættina og byrjum á verslunum og vöruhúsum sem í svona grófum dráttum öll starfsemi Haga fyrir utan Ólís, þar við að sjá smávægilega tekjuaukningu, 23,2 milljarðar í veltu, en svona þegar haft í huga að við erum að vinna núna á 2 færri verslunum heldur en á sama tímabili árið og undan, við lokuðum á Korputorgi, Bónus og lokuðum Hagkaup á Selfossi og að í reikningnum í fyrra, þessi samvörutölunum, erum við með það 400 milljóna veltu vegna útils og Reykjavíkur apóteks, þá þetta svona heldur meiri vöxtur heldur en sést það í tölunum. Og EBIT hjá okkur 1,9 milljarðar, það rúmlega 8% af veltu og það sem svona áhugavert sem við sjáum að við erum að sjá fleiri viðskiptavini heimsækja verslanirnar hjá okkur og munar það bara allnokkru og kannski sérstaklega í ljósi þess að við erum með 2 færri verslanir. En á meðan þá meðal karfan hjá okkur að minnka eins, við erum að selja álíka mörg stykki en sem sagt fleiri viðskiptavinir fjöldi heimsókna að aukast. Og eins og ég hef og við höfum túlkað þetta, þá erum við að sjá hérna einhvers konar hnikun eða afturhvarf til fyrri verslunarhátta þar sem fólk kemur heldur oftar í verslanir en versla kannski minna í hvert sinn. Vöruhúsin ganga vel hjá okkur, aðfang og bananar, eðli mál samkvæmt þegar það mikið að gera í verslunum, þá bara mikið að gera í vöruhúsunum og svo alltaf gaman að segja frá því að Zara gengur fríðilega vel. Þar aukin velta og sterk afkoma en svo sem rétt að ítreka það að spilar kannski litla rullu í stóru myndinni hjá okkur prósentulega en með því þá má segja að allar okkar rekstrareiningar að ganga vel á fjórðungnum. Nú ef við lítum á Bónus sérstaklega þá áttum við heila alveg ótrúlega skemmtilegan fjórðung þarna á þessum haustmánuðum og það var ekki bara mikið að gera, það var ekki bara vegna þess að það var mikið að gera, alltaf gaman þegar mikið að gera, heldur vorum við undirbúa mjög skemmtilegar og áhugaverðar breytingar á vörumerkinu okkar, á útliti verslana, innan og utan og meðal annars opnunartíma og annarri svona upplifun í verslunum. Kem að því betur á eftir, en tekjur voru rúmir 15 milljarðar hjá okkur, það umtalsverð aukning á milli ára. Framlegð heldur áfram að styrkjast og eins og einhverju muna þá hefur framlegð í dagvöru hjá okkur verið kannski heldur undir langtíma jafnvægi nokkurt skeið, eiginlega allt það tímabil sem við höfum verið í COVID. Þetta hefur aðeins rest af en við erum ennþá undir svona lengri tíma jafnvægi svona ef við miðum við minnst þann tíma sem var áður en að pestin byrjaði. Nú það hefur verið mikið rætt kostnaðarhækkanir sem ekki að ósekju, það dynja yfir geiranum þessar vikurnar og munu óhjákvæmilega finna sér leið út í verðlagið. Við munum að sjálfsögðu gera allt sem við getum til þess að halda aftur af þessum áhrifum. Við erum að gera það með því að hagræða innkaupum, við erum að gera það með því að kaupa meira magn og kaupa vel fram fyrir okkur og sjálfsögðu eins og kannski kemur inn á eftir einfaldi í rekstrinum á okkur. En þetta eru mjög skrýtnar aðstæður og kannski má líkja við að standa í fjallshlíð og reyna að stoppa snjóflóð með berum höndum. Það ekkert að fara að gerast en við munum að sjálfsögðu móka skaflana og snúa þessu við leið og hægt og hvergi hvika frá því að bjóða ávallt lægsta verð á íslensku markaði nú sem hingað til og það hérna sem við erum að gera samkvæmt könnunum ASÍ og erum sem fyrir hagkvæmasta innkaupakarfan á markaðnum. Þið sjáu svo hérna nokkra myndir af nýju vörumerki útliti Bónus en ég ætla aðeins að fara í það nánar eftir. Þá það Hagkaup. Hagkaup gengur áfram mjög vel, sterkur fjórðungur, góður tekjuvöxtur, 5,7 milljarðar í veltu og hérna afkoma heldur yfir okkar áætlunum. Í Hagkaup eins og svona almennt, kannski bara heldur meira, heimsóknum að fjölga hjá okkur og sömuleiðis erum við að selja fleiri stykki í gegnum verslanirnar. Aftur erum við að sleppa einni búð sem var enda mjög lítil þarna á Selfossi. Það áhugavert að það mjög góður gangur áfram í vöruflokkum sem eru kannski einkennandi fyrir Hagkaup og hafa verið tengdir við vöruflokka sem fólk kaupir gjarnan í útlöndum, þar að segja snyrtivaru og leikföng og hérna fyrir okkur það merkjum það að Hagkaup í einhverju skilningi búið að festa sig svolítið í sessi fyrir þessar
útlanda vörur og það vel. Við sjáum þetta gjarnan á þemadögum sem að mælast vel fyrir og hafa gert nokkra hríð. Þannig eru tax-free dagar og amerískir dagar sem að njóta mikilla vinsælda og styðja við það sem ég var að segja hér á undan. Við erum að fjárfesta í verslunum okkar. Við erum núna búin að uppfæra Akureyri og Eiðstorg þannig að þær eru meðal umhverfisvænustu verslana á landinu, fullkomna lýsingu og kolsýruvæðingu á kælikerfum. Síðan erum við að leggja drög að opnun á nýrri verslun sem alltaf gaman, en að þessu sinni verður þessi verslun í netheimum þegar að mjög glæsileg snyrtivöruverslun opnar á núna næstu vikum og hvet alla til að láta það ekki fram hjá sér fara. Og þá erum við komin í olíuna. Þar gekk vel. Við erum með það bil 11 milljarða veltu sem veruleg aukning, það bil 44% tekjuaukning á milli tímabila. Þarna að tvinna saman og styðja við þessa hækkun. Annars vegar þessar verulegu hækkanir á heimsmarkaðsverði á olíu og hins vegar mikil magnaukning í seldum lítrum, tæplega 20%. EBITDA hjá okkur nam einhverjum 630 milljónum króna og ríflega tvöfaldast á milli ára og framleiðni í krónum eykst en dregst saman sem hlutfall af þeim ástæðum sem ég nefndi hér á undan. Síðan ætla ég að nefna sérstaklega að fyrir réttu ári síðan þá lögðum við töluvert miklar breytingar, rekstrarlegar hagræðingarbreytingar þar sem við vorum að laga vöru- og þjónustuframboð eldsneytisstöðva að þeim veruleika sem blasti við okkur þá. Þar fækkuðu stöðugildum í rekstri hjá okkur tæp 18% og það sést vel í reikningnum núna að það munar minna og mun halda áfram að gera. Því tengt. Það má segja að þetta verkefni sem við lögðum í fyrir ári síðan, hagræðing á þjónustustöðvunum, hafi verið í einhverju skilningi fyrri hluti aðgerða sem ætlað að undirbúa Olís fyrir það sem fram undan, til þess að mæta, gera félagið í stakk búið til þess að mæta orkuskiptum og því sem óhjákvæmilega verður minnkandi eftirspurn eftir jarðefnaeldsneyti og við erum að tala á næstu árum hvort hvort við erum með 3, 5, 7 eða 10 ár undir, skiptir ekki öllu máli, en félagið þarf að undirbúa fyrir þetta breytingaferli. Núna í haust, á þessum fjórðungi sem við erum að fjalla hér, þá hófum við seinni fasann í þessari vinnu. Hún hefur fjórþætt markmið. Í fyrsta lagi erum við að leggja upp með það að efla ásýnd vörumerkja félagsins. Í öðru lagi þá þurfum við að byggja meiri sveigjanleika inn í skipulagi hjá okkur og hluti af því að þrengja kannski aðeins fókusinn á það sem Olís tekur sér fyrir hendur og gerir best. Í þriðja lagi þá erum við að tryggja það að sem flestir þættir í okkar rekstri, þessi rekstrarþættir eða rekstrareiningar, standi undir sér, sem kannski hefur ekki alltaf verið. Og að lokum þá erum við að leggja upp með það að nýta betur þau tækifæri eða ávinningin raunverulega sem felst í því að hugsa Olís sem hluta af samstæðu Haga frekar en meira standalone fyrirtæki. Þessi vinna hjá okkur skiptist í grófum dráttum í tvennt og skiptist á milli fyrirtækisviðs og smásölusviðs og þegar farin í gang á báðum sviðum, þó hún sé kannski ekki alveg orðin sjáanlega ennþá. En á fyrirtækisviði þá hafin endurskipulagning á útibúanettinu hjá okkur. Við erum að horfa mjög stíft á hlutverk þeirra og fjölda, við erum heldur að fækka þeim og síðan erum við að breyta hlutverkinu þannig að verslunum sem við höfum rekið á landsbyggðinni, við erum að breyta þeim í afgreiðslulagera og söluskrifstofur sem fyrirkomulag sem við höfum prófað á nokkrum stöðum áður og hefur gefist vel eins og til dæmis á Akureyri. Við munum styrkja sölustarf almennt en við gerum það með því að fjárfesta í öflugri netverslun og það eykur leið svigrúm okkar góða starfsfólks til þess að sinna þá beinu sölustarfi og aukinni þjónustu. Við munum svo taka ákveðna vöruflokka eða sölu og þjónustu við ákveðna vöruflokka sem eru rekstravara, hreinlætisvara og heilbrigðisvara og færa þessa vinnu inn í nýja sölueiningu hjá Högum þar sem við erum að nýta styrkleika Haga á innkaupa á vöruhúsahliðinni og einhverju skilningi erum við þannig að færa verkefni innan samstæðunnar þannig að styrkleikar þar sem eru styrkleikar til að sinna þeim. Á smásölusviðinu þá höfum við unnið að uppfærslu á vörumerkjum Olís sem mun svo fela í sér töluvert mikla breytingar á ásýnd þjónustustöðva, á vöruvali og þjónustunni sjálfri. Og allar þessar breytingar sem eru svo sem komnar í einhvern farveg hjá okkur,
þær munu fara að líta dagsins ljós á næstu vikum og mánuðum og svona fram á vorið. Nú, ég ræddi hérna á síðasta fundi ef ég man rétt á mjög breiðum grunni stafrænar áherslur hjá okkur og það rétt að ítra það eins og það alveg ljóst að framþróun félaga eins og Haga byggir á næstu árum á stafrænum lausnum og nýtingu upplýsingatækni því öðruvísi munum við ekki geta svarað kalli viðskiptavina af neinni skilvirkni aukið aðgengi, hagkvæmni og alls konar persónulegri þjónustu. Í fyrsti fasin í þessari vinnu hjá okkur, honum svona við það að ljúka. Við erum að smíða það sem við getum kallað stafrænt plattform fyrir Haga og við gerum það að stórum hluta með því að smíða innviði fyrir nýja snyrtivöruverslun sem ég nefndi áðan, snyrtivöruverslun Hagkaups sem að opna sem sagt á næstu vikum. Það má kannski segja að með þessu verkefni erum við pínulítið að æfa okkur í því sem framundan og vinnan hönnuð þannig að bitarnir eða það sem við smíðum í þessari vinnu, það mun nýtast okkur að stórum hluta þegar kemur á næstu verkefnum. Nú, snyrtivöruverslunin sem sagt að opna og þið sjáu hérna lítið skjáskot á henni til hægri. Aðeins meira svona vörumerkja tengda vinnu. Við höfum lagt mikla vinnu í að skilgreina betur vörumerkin okkar á neytendamarkaði, það þessi Ólís, Hagkaup og Bónus, fyrir hvað við viljum að þau standi, hvert loforð okkar gagnvart viðskiptavinum, hvað það þýðir fyrir útlit og upplifun í verslunum og svo framvegis. Nú, síðastliðinn nóvember þá sviptum við hulunni kannski af því sem við getum kallað fyrsta afrakstur af þessari vinnu. Það segja bónusgrísin okkar sem við færðum í nútímalegra horf og við erum samhliða að breyta útliti allra verslana hjá okkur og samhliða reynda líka að lengja opnunartímann. Við höfum sérlega gaman af viðbröðunum og það er alveg ljóst að það ansi mörgum sem ekki samum grísin sem okkur þykir ákaflega vænt og yfir það heila bara mjög góð viðbrögð við þessum breytingum og það sérstök ánægja með lengri opnunartíma hjá okkur. Það sem gerir okkur núna kleift að lengja opnunartímann án þess að gefa afslátt af lágvöruverðsmódelinu sem að Bónus rekið eftir einfaldlega aukin skilvirkni í afgreiðslu með sjálfsafgreiðslu en við erum að sjá þessa breytingu, þessa auknu þjónustu verðlauna í mun fleiri fjölda viðskiptavina sem kemur í búðirnar hjá okkur. Nú, framundan vinna við að færa restina af bónusverslunum, við byrjum bara á nokkrum og erum að æfa okkur á þeim. Við erum að færa þær í nýjan búning og síðan munum viðskiptavinir samstæðunar sjá afrakstur af hliðstæðri vinnu fyrir önnur vörumerki hjá okkur, Hagkaup og Ólís. Rétt áður en ég hleypi Guðrúnu að nokkur orðum klasa þar sem við erum í samstarfi við Haga, við erum í samstarfi við okkur og Regin og KLS Eignarnámsfélag sem eru fyrir eigendur klasa uppbyggingu og rekstur félagsins til framtíðar. Við erum búin að skrifa undir áskriftarsamning þar. Við greiðum fyrir okkar eignarhlut sem 1/3 af hlutafé í félaginu með þróunareignum, meðal þeirra eru Stekkjabakki, Álfabakki, Klettagarðar, Álfheimar og Egilsgata. Verðmæti þessara eigna sem við leggjum inn tæpir 4 milljarðar og heildarverðmæti félagsins tæpir 15 og eiginfjárhlutfall, þetta verður sterkt félag frá upphafi tæplega 80%. Nú, heildarumfang eigna, þróunareigna félagsins töluvert. Við erum að sjá fyrir að það verði þannig 280.000 fermetrar sem verði í þróun en því til viðbótar erum við með nokkrar eignir í útleigu sem verða þá hugsaðar til sölu eða frekari þróunar eftir því sem best hentar. Nú, ég líti á það þannig og við lítum á það þannig að þetta mjög mikilvægt skref fyrir okkur til þess að stíga svona inn í útverkefnum sem kannski henta okkur síður og einbeita okkur að því sem við kunnum best sem í rauninni bara tengt verslun. Við gerum þetta með því að koma þessum verðmæti þróunareignum Haga hratt og örugglega í uppbyggingu í þessum farvegi gegnum klasa og við teljum að það verði til hagsbóta fyrir hluthafa og vonandi hjálpar það líka svona jákvæða borgarþróun á höfuðborgarsvæðinu. Við gerum ráð fyrir að áhrif á afkomu vegna innlests söluhagnaðar vegna þessara samninga um 940 milljónir á EBITDA-grunni og 750 milljónir á hagnað eftir skatta. En ég vil taka það fram að öll þessi vinna ennþá með fyrirvara samþykki Samkeppniseftirlitsins sem væntanlega berst einhvern tímann á næstu vikum eða mánuðum. Gott hjá mér í bili, ég ætla að fá Guðrúnu til þess að segja okkur aðeins frá fjárhagsuppgjörinu. Komið sæl.
Rekstrarniðurstaða þriðja fjórðungs, það er að segja tímabili september til nóvember, var umfram áætlanir og umfram síðasta ár með ágætri veltuaukningu og framleiða bata. Vörusala jókst 12,6% og framleiði í krónum talið 8,1%. Framleiða hlutfallið lækkaði hins vegar úr 21,5% frá fyrra ári í 20,6%, en lækkun framleiða hlutfallsins orsakast fyrst og fremst, eins og Finnur hefur nefnt, af hækkandi heimsmarkaðsverði á olíu og aukinni sölu til stórneytenda hjá Olís. Launakostnaður lækkar 2% á tímabilinu, en það er einkum vegna áhrifa hagræðingar aðgerða hjá Olís. Þá hækkar annar rekstrarkostnaður lítillega eða 2%, en launakostnaður hlutfall batnar töluvert á milli ára. Hlutfallið er núna 13,4% en var 15,3% í fyrra. EBITDA afkoma þriðja fjórðungs batnar mikið og er nú 2,5 milljarður, samanborið við rúmlega 1,9 milljarð á fyrra ári eða rúmlega 30% aukning milli ára, og hagnaður á tímabilinu var 841 milljón og hækkar tæp 88% frá fyrra ári. Ef við skoðum það afkomu fyrstu 9 mánuðina, þá má sjá að vörusala hefur aukist 12,9% og framleiði í krónutalið hefur aukist 8,5%. Tekjuaukning verslana og vöruhúsa á þessu 9 mánaða tímabili er 6% og aukningin hjá Olís er rétt tæp 33%. Framleiða hlutfallið lækkar milli ára 0,9% stig og er nú 21,1%. Við erum ánægð með hvernig launakostnaði hefur verið haldið í skefjum þrátt fyrir krefjandi aðstæður, kjarasamningshækkanir og einskiptisliði. Kjarasamningshækkun á tímabilinu er 6%. En eins og ég nefndi áðan, þá hafa hagræðingar aðgerðir hjá Olís skilað árangri sem vegur á móti fyrrnefndum hækkunarliðum. EBITDA á fyrstu 9 mánuðum ársins er 8,1 milljarður til samanburðar við 6,3 milljarða í fyrra og hækkar tæp 29% milli ára. EBITDA verslana og vöruhúsa hækkar 18,1% og EBITDA Olís hækkar 97,1%. Hagnaður tímabilsins nærri tvöfaldast og er nú 3,3 milljarðar í samanburði við 1,7 milljarða í fyrra, og hagnaður hlutfallið er nú 3,3% í samanburði við 1,9% í fyrra. Helstu lykilmælikvarðar rekstrar sýna flestir bata í samanburði við fyrri tímabil, eins og Finnur nefndi áðan, en heilt yfir þá eru kostnaðarhlutföll að lækka og afkomuhlutföll að hækka með aukinni veltu og hagkvæmari rekstri undanfarin misseri. Launahlutfallið er nú 9,5% og rekstrarkostnaðarhlutfallið 4,2%. Þá er EBITDA hlutfallið 8% og hagnaður hlutfallið 3,3% eins og ég nefndi áðan. Handbært fé frá rekstri nam 7 milljörðum á tímabilinu, á þessum 9 mánaða tímabili samanborið við 5,9 milljarða í fyrra, en hækkunin á milli ára má fyrst og fremst rekja til betri afkomu í samstæðunni. Fjárfestingarhreyfingar eru heldur lægri en á fyrra ári, það eru nú 1,2 milljarðar til samanborið við 2,9 milljarða í fyrra, en þá eru fjárfestingar í fasteignum tæpir 1,7 milljarðar þegar við opnum nýtt vöruhús aðfanga í Korngörðum. En það sem skýrir fyrst og fremst þennan mikla mun á milli ára. Fjármögnunarhreyfingar námu 4,1 milljarð á tímabilinu og var arðgreiðsla í júní síðastliðnum að fjárhæð 1,5 milljarður, en til samanburðar þá var engin arður greiddur á fyrra ári. Handbært fé hækkar 1,7 milljarða á fyrstu 9 mánuðum ársins og nam 2,1 milljarði í nóvemberlok. Heildar eignir í lok þriðja fjórðungs námu 65,8 milljörðum og hækkuðu 4,2 milljarða frá árslokum. Fastir fjármunir voru 45,3 milljarðar og lækkuðu á tímabilinu 2,5 milljarð, en það skýrist einkum af endurflokkun eigna sem áformað er að afhenda klasa sem greiðslu fyrir hlutafé í félaginu. Eignirnar eru núna flokkaðar sem eignir til sölu og eru færðar á kostnaðarverði meðal veltufjármuna. Veltufjármunir voru 20,5 milljarðar í lok nóvember, þar af voru birgðir 10,8 milljarðar. Árstíðabundin hækkun birgða vegna jólavertíðar einkennir birgðastöðuna í lok nóvember, en hækkun birgða ef við berum saman við síðasta ár má helst rekja til hærri eldsneytisbirgða, það er að segja vegna aukinna umsvifa og hærra verðs. Veltuhraði birgða er núna 10,2 sem er óbreytt frá fyrra ári. Viðskiptakröfur hækka töluvert á tímabilinu, en það er einkum vegna aukinnar sölu hjá Olís til stórnotenda, en innheimtu tími krafna er nú 10,2 dagar en var 9,9 dagar í fyrra. Við endurfjármögnum óverðtryggða skuldabréfaflokkinn okkar í október og skýrir það breytingun á milli skammtíma og langtíma vaxtaberandi skulda.
En viðskiptaskuldir hafa annars hækkað töluvert og það skýrist svona helst af aukinni veltu samstæðunar og auðvitað þessari árstíðabundnu birgðasöfnun í aðdraganda jóla sem ég nefndi áðan. Nú í lokin ef við skoðum þessa lykilmælikvarða efnahags, en það er svona sömu sögu að segja þeim og lykilmælikvarði rekstrar, en þeir sýna allir bata, að minnsta kosti í samanburði við síðasta ár. Arðsemi eiginfjár síðastliðna 12 mánuði er 16,3% og eiginfjárhlutfall 40,3%. Nettóvaxtabærandi skuldir með leiguskuldum eru 1,8 sinnum 12 mánaða EBITDA og skuldahlutfalli án leiguskulda er 1 sinnum 12 mánaða EBITDA. Veltufjárhlutfalli í lok fjórðungs var 1,17 og veltuhraði í rekstri var 13 dagar í samanburði við 10,9 daga í fyrra. Þá læt ég þetta duga og finna eftir orðið. Takk fyrir þetta, Guðrún. Einn skylduklara hérna, við erum svona að draga þetta saman. Hluthafar og gengi, það er litla breytingar á hluthafahópnum. Við erum ennþá með 10 stærstu hluthafa sem standa fyrir svona cirka 70% af hlutafjáreign í félaginu og svo er gengið svona bara hnikast smám saman upp á við, stóð í 65,5 við lok fjórðungs og hefur eitthvað aðeins haldið áfram síðan þá. Áður en við ljúkum þessu með því að ræða þá horfum við framundan, þá langar við aðeins að draga upp mynd af þróun hagnaðar á hlut sem er nokkuð góð nálgun á virði fyrir hluthafa og við fylgjumst mjög vel með. Það má segja svona að á síðustu árum, við horfum jafnvel allt til ársins svona 2017 cirka, 2017-18, þá höfum við verið að horfa á hagnað á hlut svona rétt ríflega 2 krónur á hvern hlut. Fyrir rúma ári síðan þá sjáum við frammistuð okkar mæld þá á þennan hátt byrja að stíga og hún hefur gert það á hverjum fjórðungi síðan og við erum að sjá þetta hlutfall hnikast úr einhverjum 2 krónum við 3,57 á þessum ársluta. Og það er auðvitað margt sem að spilar hérna inn í og ýmsir ytri þættir sem ætti nefna sem ég ætla ekki að gera hér núna. Það er hins vegar alveg ljóst að í þessari mynd er að finna hjá okkur afrakstur fyrstu aðgerða sem við lögðum í kjölfar stefnumótunar og svona skipulagsvinnu sem við unnum haustið 2020 og þar voru fjöldi verkefna sem við settum í gang í kringum síðustu áramót og þau eru að fara að skila okkur árangri núna og þetta eru bæði stórverkefni og lítil og svona til að nefna einhver dæmi þá er náttúrulega ljóst að breytingarnar á þjónustustöðvunum hjá okkur í Olís er verulegt verkefni og stórt í sniðum. Þar eru að fækka einhver 70 stöðugildi og það bil 20% af mannafla í félaginu og svo getum við líka horft á kannski smærri verkefni þar sem við erum með litlar rekstrareiningar sem hafa verið óhagkvæmar eitthvað skeið og við erum bara að taka ákvörðun að loka þeim og allt spilar þetta inn í. Þar má nefna mögulega eins og Quiznos eða stórkaup. Þetta verður að sjálfsögðu okkar fókus áfram að svona herða upp á rekstrinum hjá okkur það sem við getum en samhliða því þá höfum við verið að ýta úr vör verkefnum sem er hugsað að viðhalda þessari leikni til millilangs og lengri tíma og þau eru gjarnan stærri verkefni sem hafa kannski þurfa lengri meðgöngutíma til þess að hafa áhrif og þarf að fjárfesta töluvert í þeim og svo ég nefni einhver sem við höfum svo sem nefnt áður hérna þá fellur þarna undir til með stafræn vegferð haga. Þar erum við einfaldlega bara að finna leiðir til að nýta upplýsingatækni til þess að efla hjá okkur þjónustu eða auka skilvirkni í rekstri og helst bæði. Við erum alltaf að velta fyrir okkur næstu verslunum og við erum að opna verslanir, svo næsta verður netverslun en á næstu árum munum við eflaust að opna fleiri verslanir og kostnaðir í rauninni að netheimi, þannig það er fjárfesting til lengri tíma. Nú við erum að vinna með vörumerkið okkar, það er önnur fjárfesting til lengri tíma og með því að skerpa á sérstöðu vörumerkjanna okkar og færa upp starfsemi okkar í samræmi við það og ég myndi horfa á samstarfsverkefni okkar við Klasa og Regin að nýta fasteignir sem eitt af þessum verkefnum sem fellur þarna undir. En við erum rétt að byrja einhverja vegferð sem við getum sagt að við veljum okkur bara svona tiltekinn tímapunkt hófst fyrir rúma ári síðan. Við erum ágætlega sátt við hvernig þetta byrjar en við hlökkum mikið til þess hvernig þetta heldur áfram. Þannig vantar hérna glaran sem ég ætla að fara á. Bara að því sem er framundan, maður svona hafði vonað fyrir cirka ári síðan að við getum farið að fækka glærum sem stendur á COVID-19 en það er ekki. Við gerum ráð fyrir að áhrifa faraldursins muni gæta okkar starfsemi töluvert inn í rekstrar og einhver skilningi kannski mikið af þeim breytingum, hegðunarbreytingum sem við sjáum vegna faraldursins að einhver leyti orðnar varanlegar.
En það sem við sjáum kannski eru svona tvær hliðar á peningi, annars eru áhrif sem eru til aukinnar eftirspurnar hjá okkur, eftir því sem eru fleiri á landinu, færri ferðast, það eru fleiri sem þurfa okkar þjónustu, við gerum ráð fyrir að verði færri sem ferðast svona heldur en einhverju eðlilegu 5 ára meðaltali fyrir COVID og það verður meira heimavinnu sem að þýðir aukin verslun í matvöruverslunum að minnsta kosti. En við sjáum á móti þessu aukin kostnað vegna sóttvarnar aðgerða og við sjáum það bara á fyrstu dögum þessa árs, þar sem mikið af fólki fjarverandi vegna smita eða sóttkvía og það þarf að hlaupa í skarði fyrir það fólk sem kostar. Ég vil svo nefna að það sem blasir við að það eru óhjákvæmilega verðhækkanir og við munum að sjálfsögðu berjast á hæl og hnakka við að milda það með innkaupum og öðrum leiðum. En það eru framöndan verðhækkanir á matvöru því miður. Vonandi bara gengur það hratt yfir og kúfurinn klárast á einhverjum mánuðum og vonandi ekki meira en ári. Við sjáum líka, og það svo sem legið fyrir í mörg ár, það eru töluverðar kostnaðarhækkanir framöndan sérstaklega á launaliðnum, kjarasamningar núna í janúar og svo aftur í vor. En fjárhagsleg staða Haga mjög góð og félagið vel í stakk búið til þess að takast á við bæði óvæntar uppákomur og við munum bara halda fram að vinna í okkar rekstri þannig að við skilum ásættanlegri niðurstöðu. Talandi niðurstöðu þá gerum við ráð fyrir að breytum okkar afkomuspá þarna í mánaðamótin nóvember-desember og gerum ráð fyrir að EBITDA hjá okkur verði 10 til 10,5 milljarður og stjórn ákvað á fundi í gær að við myndum halda fram að kaupa bréf og hefur samþykkt endurkaupa áætlun að upp að 500 milljónum fyrir þá næst sem að hefst á næstu dögum. Þetta svona í grófum dráttum það sem að við vildum koma á framfæri óspurð en núna skiptum við þá yfir í að skoða hvort einhverjar fyrirspurnir hafi borist og reynum að svara þeim. Takk fyrir. Við erum að halda fjarlæg, sko. Já, frekja. Og leyfum okkur að lesa hérna. Hér spurt frá Gildi hvort það hefur komið til skoðunar hjá okkur að endurskoða verkferla við áætlanagerð og framsetning á guidance og það væntanlega gert í ljósi þess að svona við höfum legið undir ámæli við fyrir að vera kannski frekar konservativ myndi ég halda. Það voru einhverjir búin að spá þessari breytingu á afkomuspá á undan okkur, þannig að ég held að það bara liggi fyrir að við munum aðeins rýna svona okkar verklag eftir þetta rekstrarár. Þannig að svarið við spurningunni er já. Og ég held ég hef aldrei farið á fjárfestafund á þess að vinnur okkar Stefán Broddi hafi komið spurningar og það bregst ekki heldur núna. Takk fyrir það, Stefán. Stefán spyr hvernig metið þið kostnaðarþrýsting í innkaupum? Holskefla nú í framhaldinu af áramótum eða einfaldlega framhald af þrýstingi sem verið hefur megnið árinu? Það sem við gerðum í aðdraganda svona jólaverslunarinnar var að við keyptum vel fram fyrir okkur og með því þá erum við kannski að svona einhverju leyti að slá á hækkanirnar þar að segja inn í útsöluverðunum hjá okkur. Við vorum að kaupa inn á verðum að einhverju leyti áður en það svona byrjaði kostnaðarhækkanir en þær koma bara núna með nokkra mánaða fresti frá sömu byrgjum. Þannig að það held ég alveg óhætt að segja að svona það pínu dökkt framundan og við getum notað orðið holskefla í framhaldi af áramótum eins og Stefán Broddi gerir hér. Síðan spyr Stefán umbreytingar sem sér stað hjá Ólís, bónus, netverslun og framvegis að falla til verulegu kostnaður sem á að kalla óreglulegan kostnað vegna þessa. Það eðli máls samkvæmt fellur til kostnaður ef við erum ef við tökum bara síðasta
sem nefnt þarna netverslun, það kostar að smíða netverslanir. Að einhverju leyti sá kostnaður gjaldfærður en stórum hluta líka til líka eigfarður. Þannig að það einhver kostnaður sem fellur til en ekkert sem við kannski höfum viljað tiltaka sérstaklega sem svona einskiptis í þessari vinnu. Kannski skiptum yfir á næsta Vilt þú taka það? Fjárfestingaþörf? Já, það Sveinn hjá Landsbankanum, spyr fyrir utan fjárfestingu í netverslun eru einhver stór verkefni framundan í rekstrarfjármunum. Það svo sem ekkert sem við höfum kannski gefið upp akkurat eins og staðan núna, en það vissulega verið að opna nýja verslanir sem hefur verið tilkynnt eins og Bónus á Akureyri og svo þetta hefðbundna viðhald sem við erum alltaf í, en við erum í áætlanagerð núna fyrir næsta ár, þannig að það skýrist betur svona á næstu vikum hvað framundan hjá okkur. Bæti einhverju við það? Nei, flott. Getið þið gefið eitthvað indication á hvað sé eðlileg fjárfestingaþörf í rekstrarfjármunum? Afskriftir verða á árinu ca. 2,4 milljarðar en CAPEX í ár verður líklega 2 milljarðar, verða fjárfestingar undir afskriftum fram á næsta ári til dæmis. Það aðeins kannski erfitt fyrir okkur að segja akkurat núna með þessa áætlun fyrir næsta ár, en við höfum kannski talað tölum áður en Ólís var hluti af samstæðu Haga, svona eðlileg fjárfestingaþörf kannski 600 til 700 milljónir cirka. En með Ólís inni þá það kannski milljarður að minnsta kosti. Það að minnsta kosti ekkert svona í okkar reglulegu starfsemi sem ætti að benda til þess að verulegum breytingum, en auðvitað það þannig að ef það koma upp tækifæri sem við teljum ástæðu til þess að grípa þá munum við gera það og eitt af því sem við talaðum að við höfum ekkert á móti því að eiga svona fleiri fasteignir undir lykilstarfsemi hjá okkur, þannig að ef slík tækifæri berast þá mun það falla inn í þennan flokk. Þá sýnist okkur að ekki hafi borist fleiri fyrirspurnir og við viljum því bara þakka fyrir mætingun á fundinn í dag og þakka fyrir okkur og áhugann á félaginu og biðja ykkur að eiga góðan dag.